Já, við ætlum aðeins að ræða COVID, þann gamla vágest sem sum okkar hafa reynt að gleyma. Í tímaritinu Súlur ný grein sem Grétar Þór Eyþórsson, prófessor við Háskólann á Akureyri, hefur tekið saman og hún fjallar einmitt COVID á Akureyri og Grétar Þór núna á Zoom fyrir norðan að ég hygg og við ætlum að fá að vita efni greinarinnar og kannski rétt í lokin eitthvað aðeins að spyrja nút í stöðu sósíalistaflokksins í lok viðtalsins eftir lætin helgina þar sem Grétar Þór velþekktur stjórnmálafræðingur en aðalega það nú COVID sem við viljum vita eitthvað Komdu sæll og blessaðu Grétar Þór, heyrirðu í mér? Já, ég heyri vel, komdu sæll. Heill og sæll. Heyrðu, hvað kom til að þú fórst að grandskoða sögu COVID á Akureyri? Ég á náttúrulega sem sagt kollega frá fyrri tíð út í Skandinavíu og þar voru norðmenn sem að voru búin að fá styrk frá rannsóknarráði Noregs til þess að gera rannsókn, samnorræna rannsókn á það sem að yrðu borin saman þessi kerfisviðbrögð fyrst og fremst kannski við COVID-faraldrinum frá 2020, skall á þá. Þannig sem sagt kom ég inn í þetta og einn hluti af því sem við ákváðum að gera var að gera svona case study eða tilviksrannsóknir í hverju landi og mín ákvörðun var svo að skoða þetta bara út frá Akureyri með viðtölum. Hvaða kostir og gallar eru að skoða Akureyri frekar en til dæmis höfuðborgarsvæðið í þessu samhengi? Já, það nú erfitt að segja sko. Þetta var náttúrulega mjög nærtækt og kannski líka gott að þetta var sem sagt bara stórt sveitafélag með nokkuð stórt stjórnkerfi og þá utan höfuðborgarsvæðisins og það náttúrulega sýndi sig að það náttúrulega fengust mjög miklar og greinagóðar upplýsingar með þessum 2 viðtölum sem ég tók á endan. En áður en við förum lengra sko, var eitthvað sem að aðgreindi viðbrögð á Akureyri frá höfuðborgarsvæðinu? Það ekki hægt. Ég skoðaði það reyndar ekki sérstaklega en ég held að svo hafi hreinlega bara ekki verið og það auðvitað ein af niðurstöðum mínum í þessu verkefni er svo að sveitafélögin voru í raun og bara framkvæmdaraðilar í þessum faraldri. Það komu í raun og veru allar ordrur frá þríeykinu. Já. Fræga úr miðlægu stjórnsýslunni í ríkisins í Reykjavík og það var aldrei neitt samtal við sveitafélögin. Það kom nú meðal annars fram í þessu heldur voru öll upplýsingagjöf og fyrirmæli þau komu í gegnum almannavarnanefnd svæðisins. Svo hefur þá verið á öllum öðrum stöðum á landinu. Má eftir á að hyggja setja spurningamerki við það, þetta í rauninni mjög einkennilegu tími að ég held bara svo tala fyrir sjálfa mig, ég upplifði það að maður einhvern veginn gaf frá sér sjálfstæðan vilja, bara ganga í takt og eitthvað svona sem að við getum sagt núna fræðilega að orki tvímælis eða þetta bara bundið smekk hvers og eins? Ég get vel ímynda mér að það hafi verið tekin sá póll í hæðina í sem sagt af þríeykinu og í miðlagakerfinu að hafa sem sagt samskiptapunktana eins fáa eins og hægt var. Já. Ég held að þetta sé kannski fyrst og fremst af birtingamynd á því og menn vildu þá bara hafa þetta nógu skilvirkt. Og þetta fór bara í gegnum þessa almannavarnanefnd og síðan gátu sveitafélögin bara, þau áttu náttúrulega fulltrúi í henni og þar með var tenging inn. En svo getum við náttúrulega velt í fyrir okkur hvort að það hefði þurft að hafa einhver bein samtöl við sveitafélögin. Reyndar kom það fram að það var vitað að það áttu einhver bein samtöl við Reykjavíkurborg sér stað í faraldrinum en engin við Akureyrarbæ önnur en þau að
menntamálaráðherra kom einu sinni í heimsókningað. Já. Og það sem sagt, meðal spurningar sem þú ert að reyna að fá svör við í þessari rannsókn og það sem þú tekur saman í þessari grein, það hver voru hlutverk mismunandi aðila og stjórnstiga í faraldrinum, hverjir tóku ákvarðanir og hverjir framkvæmdu. Hvað leiti þetta í ljós, segirðu? Já, sko, það náttúrulega eins og kannski hefur falist nú þegar í mínum orðum að þá var sem sagt viðbrögðum við faraldrinum á Íslandi voru mjög miðstýrt. Þessu var öllu stýrt einlega af þessu þríeyki sem náttúrulega gaf sínar skýrslur og tilmæli eða ráðgjöf til ráðherra sem síðan fór með það fyrir ríkisstjórn. Það urðu alls 93 minnisbréf sem voru rituð til heilbrigðisráðherra. Mjög miðstýrt á Íslandi og reyndar eins og í Danmörku og þar var þessu mjög miðstýrt. Og ólíkt til dæmis Noregi þar sem þetta var mjög dreifstýrt niður á fylki og sveitafélög. Viðbrögðin, að taka ákvarðanir viðbrögðin. Svíarnir, það var náttúrulega þekkt hvernig þeir einlega létu þetta allt saman svona einlega hálfpartinn gossa svolítið í byrjun allavega. Villta vestrið sem að drap fólk sem var veikt fyrir í stórum stíl, þannig var fréttaflutningurinn? Já, þannig var hann, en svo náttúrulega, það er svo sem alveg þekkt, en þegar upp að staðið þá jafnaðist þetta út þegar á leið faraldurinn 2022 til dæmis þá byrjaði að hægja mjög mikið á þessi Svíþjóð en þetta var ennþá í fullum gangi á hinum Norðurlöndunum. Sem má þá skýra með að menn hafi haldið sig svo mikið fjarri veirunni utan Svíþjóðar eða hvað að þessu, er það ekki? Jú, ég held að það megi segja það, sko. En þetta var svona spurningum auðvitað aðferðafræði. Svíarnir voru reyndar búnir að einkavæða öldrunarþjónustu í stærri borgunum. Einmitt. Og lentu í miklum konfliktum, veit ég, sóttvarnalæknir og kerfið við að fá þá til þess að fara að fyrirmælum eða það sem við kalla recommendations sem að þeir gáfu og þannig að það kostaði tíma og kostaði líf. Það er þekkt. Já. Þú tekur svo 2 djúpviðtöl, annars vegar við Ásthildi Sturludóttur bæjarstjóra og hins vegar Höllu Björk Reynisdóttur forsta bæjarstjórnar. Voru þau nokkuð samhliða eða þær 2 sem heimildir? Já, ég held það. Ég byrjaði á því að tala við bæjarstjóra Ásthildi og svo svolítið seinna ákvað ég að tala líka við Höllu svona til þess að sjá hvort að kæmi einhver önnur mynd af þessu, en það var alveg sama myndin sem var dregin upp í þessum 2 viðtölum. Það voru kom kannski nýjir fletir í svona matið á því að horft tilbaka sko í seinna viðtalinu sem eðlilegt var. Það var liðið lengra inn í faraldurinn. Já. Og má ekki segja að fjölmiðlar hafi verið lykiltæki til þess að miðla svona skilaboðunum og hvaða línur yrðu lagðar. Við erum náttúrulega, við minnumst öll alvarlega fólksins sem að var í beinni útsendingu að segja okkur hvað yrði gert næst. Já. Jú, auðvitað voru náttúrulega fjölmiðlarnir í lykilhlutverki og það voru náttúrulega má náttúrulega rifja það upp að voru haldnir blaðamannafundir í beinni þar sem að þríeyki var mætti og það var nánast á hverjum degi, virkum degi ef ég man rétt og í töluvert langan tíma. Ja.
Þannig að það sem sagt það vantaði ekkit upp á fjölmiðlunina á því hvernig staðan væri og hvernig menn mætu þetta og hvað ætti að gera. Nei, og við vorum svona hressilega mynd á mikilvægi fjölmiðlana í þessari krísu allri. En sko, voru einhverjar áætlanir neyðar viðbrögð á Akureyri sem ekki voru í öðrum sveitarfélögum eða þetta bara allt miðstýrt eins og þú segir? Kemur allt ofan? Já, sko, það var kemur fram í þessari rannsókn, þessum viðtölum að það voru í sjálfu sér ekki til neinn viðbúnaður eða áætlanir hvernig ætti að bregðast við hlutum eins og þessum svona faraldri á heilbrigðislegum faraldri. Hitt svo aftur annað mál að í sumum sveitarfélögum á Íslandi þar voru til sko áætlanir hvernig ætti að bregðast við örflóðum og snjóflóðum. Já. Og það má kannski segja að hvað þetta varðar, hvað viðbúnaði við krísum, það virðist að Íslendingar hafi verið meira uppteknir við sem sagt viðbrún og vera tilbúnir ef að kæmu snjóflóð, mikil óveður. Já. Og jarðskjálftar, jafnvel eldgos. Við náttúrulega þekkjum þetta allt, við höfum reynt þetta allt. Náttúrulega. Og ég held að fókusin hafi verið voðalega mikið þarna. Og síðan kemur þessi tegund af hamförum, ef maður kalla það. Já. Og þá eru menn ekki alveg, sko, þá þurftu menn náttúrulega ákveðin tíma til þess að svona átta sig á stöðunni og skipuleggja sig. Einmitt, við erum náttúrulega sérfræðingar í að bregðast við breytingum með litið til náttúrunnar og náttúruhamfara, en þegar þú segir sko að engin sérhæfð menntun, þekking eða þjálfun tengd neyðarviðbrögðum hafi verið til innan stjórnsýslunar eða tæknisviða eða deilda og átt þá við þessa veiru, er það gagnrýni punktur eða er þetta bara svona selvfølgilegið? Já, sko ég veit ekki hvort þetta einhver gagnrýni, ég að reyna bara að draga upp mynd af stöðunni sem að eins og hún var, sko. Þetta kannski að segja manni kannski það að þetta var, menn bara gerði einhvern veginn ekki ráð fyrir því að svona geti gerst, sko. Þó að við vitum það í dag að þetta getur örugglega gerst einhvern tíma aftur. Já. En sko Akureyrarbær, það kemur fram í þinni vinnu, myndaði neyðarstjórn með bæjarstjóra 11 bæjarfulltrúum og 6 stjórnendum aðalsviðin í stjórnsýslu bæjarins og svo bættust fleiri í hópinn. Var þá svona, voru hliðarfundir í bæjins og Akureyri reglulega umfram það sem var miðstýrt að sunnan og að hálfu ríkisins? Já, ég held að sko fólk var náttúrulega að tala sig saman hvernig þetta útfæra öll þessi höft og allar þessar aðgerðir sem þeim var gert að gera. Já. Hvað köllum þetta sóttvarnarhólf og allt þetta og fjöldatakmarkanir og allt þetta. Já. Þetta þurfti náttúrulega að framkvæma, þannig að það var náttúrulega mikið funda og þurfti að ákveða útfærslur á mjög mörgum hlutum. Já. Síðan steig náttúrulega bærinn kannski sterkar inn þegar á leið þegar bólusetningarna byrjuðu. Þá var Akureyri farin að þjóna út fyrir bæjarmörkin. Já. Sko maður kannski búinn að gleyma þessu, en þegar ég að lesa þetta í gögnunum frá þér, eins og að sundlögunum hafi verið lokað, skíðasvæðum, vaktavinna, þetta var náttúrulega, við vorum bara, það var bara eins og dregin tjöld fyrir allt á tímabili. Já, og það var bara hreinlega ekkert í gangi, sko, og fólk var náttúrulega að komast út í matvöruverslanir og þar læddist fólk og meðfram veggjum og hillum og passaði sig á því að kom helst ekki nálægt nokkur manni. Já,
Sko, það var nú staðan. Ertu nokkuð með gögnum bólusetningar að norðan, sko, hve margir fór í bólusetningu? Nei, ég hef ekkert slíkt undir höndum og ég reyndi ekkert að afla mér neitt gagna í sjálfu sér það, en auðvitað gekk þetta bara mjög vel og við getum nú rifjað það meðal annars upp, sko, að þetta var nú bólusett á slökkvistöðinu á Akureyri og það var náttúrulega umsverar öngþveiti þannig í kring og það þurfti að leggja, fólk kom á bílum og það þurfti að leggja þeim einhvers staðar og björgunarsveitin, Súlur, hún náttúrulega stóð þar vaktina, þannig að það lögðust allir á eitt. Já. Svo gekk allt smurt þegar mann voru komnir þarna inn, en þetta var svona eins og að vera komin í herskóla. Já. En þetta svona það sem að rifjast margt upp eða lesa í gegnum þetta, hygg ég. Já. Þannig að þetta geti nú orðið bróðlega upprifin og fyrir marga og svona lestur að kíkja í Súlur, því að ég náttúrulega búin að gefa sambærilega bara lengri grein eða kafla í bók sem að kom út, sko, á vegum verkefnisins og hún á ensku og kom út í hjá alþjóðlegu forlagi í fyrra haust. Já. Og ég var þar einnig með annan bókakafla um svona traust til bæði hjá stjórnvalda og sveitafélagana sem að fólk bjó í. Já. En það sem mér finnst, sko, líka áhugavert það sem að nær út fyrir Akureyri og til dæmis þegar þú segir, sko, að COVID-19 faraldurinn hafi sameinað fólk í stjórnmálum frekar en að sundra því, að þú hefur náttúrulega oft sem stjórnmálafræðingur heyrt það að það sem hafi verið límið í fyrra kjörtímabili Katrínar Jakobsdóttur hafi einmitt verið þessi faraldur og svo þegar faraldurinn var búinn þá liðaðist stjórnin í sundur og hún fer frá borðið og Bjarni tekur við og svo klárar stjórnin ekki kjörtímabilið og ég held að séu allir sammála að þetta var frekar vond stjórn, sérstaklega taka 2 meðal annars vegna þess að hún átti svo fátt sameiginlegt en í tengslum við COVID-faraldurinn þá myndir þú geta fullyrt það að stjórnin hafi pólitískt í rauninni grætt á þessum hryllilega faraldri. Hún minnstakosti gerði það verkum að hún var í raun og veru að standa að því að taka ákvarðanir sem að nánast allir gátu verið sammála og það eiginlega bara hélt henn á lífi. Það var eiginlega það var ekkert pláss fyrir neinn ágreining í þjóðfélaginu. Svo speglaðist þetta hérna inn á Akureyri þar sem að það var haft frumkvæði að því að leggja niður meirihluta samstarf og taka í raun og veru upp þjóðstjórn í bænum. Já, tengist það beint faraldrinum? Ég er ekki viss um það. Ég held að reyndar að þær hugmyndir hafi verið komnar eitthvað á kreik aðeins áður. En ég get ekki fullyrt um það. Þetta náttúrulega stórmerkilegu kafli í íslenski stjórnmálasögur, er það ekki að svona stórt sveitarfélag hafi farið þessa leið að í rauninni bara gaf minnihlutinn upp ein rétt til þess að anda á mótmæla og sagði við ætlum bara öll að vera saman í þessu liði. Já, og þetta endist alveg, held ég, stór áfallalaust út kjörtímabili til 2022 og þá náttúrulega fóru menn sitt hver í sínu áttinu. Jú, þetta er ekki þekkt í þetta stóru sveitafélagi. Ég held að ég fari rétt með það að það hafi ekki verið starfandi meirihluti á Egilsstöðum á 9. áratugnum tímann. Og svo eigum við eftir að sjá annað og það er náttúrulega féll meirihlutin á Ísafirði bara fyrir mjög stuttu síðan og það er að koma skilaboð þaðan að það standi ekki til að mynda einhvern nýjan meirihluta þar. Einmitt, það er áhugavert. En sko,
við erum að tala að COVID-19 hafi sameinað fólk svona að vissuleiti, ekki síst í stjórnmálunum fyrir að sundra því, en sko má segja þetta hafi að þeir sem voru gegn bólusetningum, það sem þú hefur skoðað, getur við rætt bara svona ákveðna kúgun? Já, það var sko, það náttúrulega alveg liggur fyrir að sko hlýðnin og hvað ég var að segja, tóleransinn gagnvart fyrirmælum og hlýðni fólks gagnvart því var sagt að gera eða ætti að gera, að hún minnkaði verulega þegar að koma bólusetningunum. Hins vegar var það náttúrulega oppi fólks sem að fór og lét bólusetja sig enga síðan, en það við urðu og voru hávarari raddir og efasemdaraddir þegar að koma að bólusetningum. Og það enda náttúrulega voru sko, við skulum rifja það upp að bóluefni voru sko þróuð þarna á einhverjum metraða sem aldrei hafði áður þekkst að væri hægt, og fólk kannski var eitthvað tortryggið þess vegna, og þetta var svona farið að kannski að líta einhverju leyti á sig sem tilraunadýr. En á þessum tíma verður mikil breyting á háttum okkar, kemur að því að fjölga fjarfundum og við notum rafrænan búnað til að tala saman, gagngert vegna þessa ástands. Sú menningar bylting hefur náttúrulega einhverju leyti bara haldið áfram. Sýnist þér sem að þetta hafi svona flýtt fyrir hvað maður að segja, umhverfisvænni hugsun og einhverju svoleiðis þessi breyting? Já, ég held að þetta hafi bara sem sagt auðvitað færri kolefnisfótspor vegna þess að ferðalögum á fundi hefur fækkað, það alveg staðfest, og við vitum það enn þann dag í dag það staðan, og það var eins og kom fram í einu viðtalinu, það ekki verið að sko fljúga til Reykjavíkur fyrir hálftíma, klukkutíma fund lengur. Nei, það búið að taka fyrir það í dag. Já, og bæði sparar þetta ekki bara sko kostnað, umhverfisvænna, heldur þetta líka spara tíma. Það fer náttúrulega oft á tíðan gríðarlegu tími í þennan fundaflæking frá utan á landsbyggðinni til höfuðborgarinnar, og það sem alltaf gerðist var það ekki bara fólk á suðvesturhorninu heldur og kannski langar að segja sko mest í stjórnkerfinu, ráðuneytum og stofnunum, að það náttúrulega neyddist til þess að læra á og tileinka sér þessa fjarfundatækni í COVID-inu, og það var náttúrulega menntunarbylting á því fólki sem að hafði, og það bara mín reynsla, það var verulega tregða fyrir því að maður sko tengdi sig inn á fundi í gegnum neta, og nú Skype hérna einu sinni, það tala nú enginn það held ég lengur, en þetta nú Teams og Zoom sem eru mest í gangi, en sem sagt þetta skyndilega voru bara allir farnir að kunna á þetta, og þá var þetta miklu minna mál, og nú þetta einhvern veginn samþykkt í miklu meiri mæli að það sé hægt að sko funda, ekki síst sko fólk sem að það þarf að fljúga og eyða kannski hálfu og heilu dögunum í 30-60 mínútna fund í Reykjavík. En reynirðu að svara þeirri spurningu hvort leið Íslendinga hafi verið betri eða verri en hinn á Norðurlandana? Ég veit að ég hef nú svo sem ekki glímt mikið við þá spurningu. Ég held að það hljóta með að segja að við höfum komið nokkuð vel undan þessu, þrátt fyrir allt sko, ef að talið í dauðsföllum á svona miðað við fólksfjölda, að þá höfum við sloppið vel, og þessu var náttúrulega stjórnað styrkum höndum, og það kannski rétt að ég nefni eina af niðurstöðum verkefnisins sem ég reyndar kynnt annars staðar, að það var spurt í spurningakönnun
sumarið 2022 á vegum þessa verkefnis. Það var spurningakönnun meðal sem sagt bara fólks, venjulegs fólks í almennings í öllum löndunum. Það hvernig þeim hefði hversu sanngjarnar það teldi þær aðgerðir og þær höft og takmarkanir sem ráðist var í vera og þarna voru taldar upp 17 mismunandi aðgerðir sem var ráðist var í. Margt af þeim var brot á svona grundvallarréttindum fólks í raun og veru. Og það kemur í ljós að sé horft svona yfir öll Norðurlöndin að þá var alveg svona 2/3 plús sem að töldu þessar aðgerðir, þessi höft og bönn og allt þetta hafa verið réttlætanleg. En það sem kannski meiri frétt í því það að í 14 af þessum 17 sem var spurt þú veit 2 metra reglan og allt þetta, ég ætlum ekki að fara til í þetta allt upp hérna. En það sem var merkilegt var að í 14 af 17 sem var spurt voru Íslendingar hæstir. Já, það? Já, þannig að við Íslendingar vorum sem sagt mest tolerant, við samþyktum í aðeins meiri mæli heldur en aðra Norðurlandaþjóðir þetta sem að ráðist var í. Þetta var svona dálítið svona það sama yfir línuna hvaða höft var farið í og allt þetta það var svona þannig að það var verið að spyrja svipaða hluti Já, þannig að herlausa þjóðin hún reyndist leiði tömust. Já, við getum alveg sagt það og þetta kom mér bara mjög óvart í raun og veru. Ég hefði ekki þorað að setja 100 kall á þetta fyrirfram að þetta væri svona en við Íslendingar við einhvern veginn svona við treystum okkar fólki og ég get ekki séð að við höfum verið eitthvað hræddari við afleiðingarnar heldur en aðrir. Ég held að það hefur nú bara verið bara mannlegt. Já. En enga síður mjög áhugavert og skemmtilegt finnst mér Ég tek undir með þér með það, mér finnst þetta mjög áhugavert og óvænt, getur maður sagt. En eigum við að ræða hérna síðustu 2-3 mínúturnar, síðustu vendingar hjá sósíalistum, Grétar Þór, hefur eitthvað fylgst með fréttunum helgina af því að þar svona, má segja að nýr hópur fólks hafi náð töglum og sem er tögl og haldir í hérna flokknum og svona gerist ansi hratt ákveðið og intensíft getur maður kannski sagt. Flokkurinn hefur ekki náð þingmönnum inn þegar hann hefur boðið fram en Sanna Magdalena Mörtudóttir er náttúrulega borgarfulltrúi sem hefur mælst með mestar vinsældir og samstöðin við varum sennilega ekki að tala saman ef sósíalistar hefðu ekki verið stofnaðir á sínum tíma en þó er rétt að nefna það að það er mjög óljós lína í dag á milli einhverja ritstjórnarstefnu sósíalista og þess sem við á samstöðinni erum að gera en samt tenging þarna á milli. Hvernig líst þér á blikuna? Já, þetta er auðvitað eitthvað sem að hlýtur að verða koma í ljós á næstunni. Það er náttúrulega ef að handla liggur fyrir að þeir sem hafa verið leiðandi undanfarin ár þeir hafa verið sem að settir út af sakramentinu. En þó ekki að öllu leyti Sanna Magdalena en hún tilheyrir engu að síður þeim virðist vera að tilheyra þeim hópi sem að var svona settur til hliðar og hún hefur greinilega bara sagt að hún ætla að hugsa málið þannig að hún hefur ekkert útilokað það að hún bregðist einhvern megin við þessu.
hvaða afleiðingar það síðan myndi hafa ef að þetta yrði til þess að vinsælasti og kannski virtasti stjórnmálamaður sósíalistaflokksins myndi bara eitthvað annað eða snúa sér einhver öðru þá myndi það örugglega geta haft afleiðingar fyrir brautargengi sósíalistaflokksins. Ég held að það sé ekki nokkur vafi á því og svo náttúrulega svona mikil átök sem eru sem að fara fram fyrir nánast opnum tjöldum líka við eins og þetta hefur verið helgina. Það hefur nú aldrei leitt af sér mikla fylgisvinninga. Nei. Ég svona maður velti fyrir sér hvort þetta gæti farið að breyta hafa áhrif á brautargengi sósíalistaflokksins. Það svona það sem mann kannski efst í huga. Sem stjórnmálafræðingur kannski sér þú engin teikn á lofti eftir þessa helgi það að flokkurinn muni ná meira til almennings eða hafi auki líkurnar á því að ná mönnum inn á þing? Ég hef ekkit svo sem séð neitt hafa komið frá nýjum valdhöfum þar sem að getur orðið til þess að ég geti metið það með einhverju leyti ég held að við þyrftum að lofa aðeins einhverjum tíma líða og maður fer að geta átta sig á því hvað á að gera og það náttúrulega ekki ár í næstu sveitarstjórnarkosningar og flokkurinn á í mannrétt 2 í Reykjavík þannig að það 2 fulltrúa, þannig að það má vel vera að þetta geti haft áhrif á það. Það hafa náttúrulega allmargar kanónur, held ég að maður geti sagt sig úr flokknum síðan á laugardag. Eru svona mörg dæmi það í stjórnmálasögunni að það verði mikil hávæði og buslugangur þegar verða svona umskipti, fólk segir sig úr flokknum síðan bara líður tíminn og nýir kjarnar ná vopnum sínum eða hefur það svona þegar margir leiðandi innan flokka, jafnvel fólk sem hefur verið frá stofnun segja sig úr flokknum og ætla sér ekki að vinna frekar með þeim. Er það einhverjum tilvikum ígildi banabita eða hvað segir sagan okkur? Já, banabiti, já. Sko, það náttúrulega alveg ljóst að það er eins og þú sagðir, það dálítið af fólki sem talsvert mikið þekkt í þjóðfélaginu sem hefur geti vel ímyndað mér að hafi dregið nokkurt fylgi að flokknum í kosningum. Já. Og ef að það verið að skipta inn á sviðið eða völlin, hvernig við orðum það, fólki sem algjörlega óþekkt þá náttúrulega mun það ekki draga að sér fylgi, þannig að persónu tengdu fylgi í sama mæli og var. Ég held að það sé nokkuð ljóst en hvort að það sé til skemmri tíma allavega en svo bara komið ljós hvað kemur frá þessum fólki og það verður bara komið ljós hvernig það verður. En það sem ég tek út úr þessu síðasta spjalli okkar það að það var engin tilviljun að þeir þingmenn sem að náðu kjöri í síðustu alþingiskosningum, þetta var upp til hópa og langmestu leyti fólk sem að hafði, sem var með þekkt andlit. Þetta voru einstaklingar sem þjóðin kannaðist við. Já, en svo maður náttúrulega líka benda á það að aðra kosningarnar í röð þá náðu sósíalistar ekki inn á alþingi, en getum við sagt næstum því. Já. Tvisvar í röð. Það hefur kannski verið eitthvað sem hefur valdið því að það var til einhver óróa menn vildu breyta. Ég veit það ekki, en það allavega staðreynd að að fara yfir 4% tvisvar, held ég fari alveg rétt með það. Já. Tvisvar í röð þá náttúrulega menn farnir að finna lyktina af 5% myndum að segja. Og það náttúrulega
ef að menn reyna þá náttúrulega getur alveg enda með því að þeir komast inn á þing, en svo náttúrulega er öll þessi átök og hvort að þau hreinlega bara slá á getuna til þess að gera það verður svo bara komið í ljós. Einmitt. En Grétar Þór Eyþórsson, kærar þakkir fyrir að spjalla við mig frá Akureyri á Zoom. Það var fróðlegt að heyra þig ræða greinina þína í Súlum og Akureyrar sniðmengið í COVID, og takk fyrir að segja nokkur orðum stöðu sósíalista í lokin. Já, takk fyrir mig. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.